500 börn á Íslandi eru talin vera með fitulifur. Þyngdarstjórnunarlyf hafa skipt sköpum í meðferð barna með offitu og börn niður í 9 ára fá slík lyf. Þetta eru strákarnir okkar, sama hvað, þannig að þeir eru alltaf okkar, sko. Þótt að leikirnir fari ekki eins og við viljum. Íslenska landsliðið þurfti að sætta sig við 4. sæti á Evrópumeistaramótinu í handbolta eftir tap á móti Króötum í leiknum bronsið. Við viljum að Kúrdar verði öruggir og fái að lifa, sagði einn mótmælenda á samstöðufundi Kúrda á Íslandi í dag. Tugir þúsunda Kúrda í Sýrlandi hafa flúið heimili sín síðustu vikur. Illa hefur gengið að koma íslenskri ull í verð undanfarið ár og hafa bændur ekki fengið greitt að fullu fyrir sína afurð. Framkvæmdastjóri ullarvinnslufyrirtækis vonar að salan taki við sér. Gott kvöld. 350 börn eru í meðferð við offitu í heilsuskóla Barnaspítala Hringsins og þeim fjölgar ár frá ári. Biðtími hefur styst eftir að starfsfólki var fjölgað og nú 8 mánuðir. Þar eru börn á ýmsum aldri. Börnin eru frá 2 ára alveg upp í 18 sem eru hjá okkur. Meðalaldurinn kringu 12 ára. Og ástæðurnar eru ýmsar. Það stundum meðfæddir sjúkdómar sem valda því og getur allt mögulegt annað. Meðferð barnanna gengur út á hverju þau eða foreldrar þeirra geta breytt og sum fá þyngdarstjórnunarlyf. Við erum kannski með svona 20-30% af krökkunum sem eru í heilsuskólanum á þessum lyfjum. Þá eru kannski tala 120-130 börn sem eru í því. Það er yngsta barni gamalt sem hefur fengið svona lyf. Það minnir að það sé 9 ára. Og hefur notkun þessara lyfja haft mikil áhrif á þá meðferð sem þið getur veitt hérna? Já, að því leyti að við höfum alveg geta hjálpa þeim sem eru búin að vera lengi í meðferð hjá okkur kannski og ekki náð að snúa þróunni við. 7,5% barna á Íslandi eru með offitu, alls 5.000 börn. Hluti skjólstæðingahóps heilsuskólans er með fitulifur og sá hópur hefur stækkað síðustu ár. Fitulifur myndast þegar fita safnast fyrir í lifurinni og skerðir starfsemi hennar. Hvað er yngsta barni gamalt sem þið hafi greint með fitulifur? Mér minnir það að vera 7 ára. Ef það er þó ekki nema bara 10% sem eru undir þeirri tölu sem við erum að sjá í okkar hópi komið með fitusöfnun í lifrina, að þá eru það auðvitað 500 börn. Þannig að það er töluverður fjöldi barna sem væntanlega byrjaður að safna fitu í lifrina og við vitum að það er hægt að snúa þeirri þróun við. Það er fullt af börnum sem við höfum snúið við áður en við fengum lyfin og náð að hjálpa með því að breyta sínum lífsvenjum og styðja fjölskyldunni í því og síðan hafa lyfin bæst líka við og við getum hjálpað börnum sem ekki náði með öðrum aðferðum líka með lyfin núna. Og þá fyrir út í heim. Almennir borgarar hafa verið drepnir og tugir þúsunda neyðst til að leggja á flótta undan árásum á svæði undir stjórn Kúrda í Sýrlandi síðustu vikur. Kúrdar hér á landi vilja að íslensk stjórnvöld fordæmi árásirnar. Þar sem við viljum vekja athygli á að Kúrdar í Rojava undir linnulausu árásum sem heitir stjórnar hér núna, þeir eru fyrir ISIS-líðar sem núna eru að koma saman aftur undir nafni nýja sýrlendingastjórn og pluss málalíðar sem koma hvaðan frá, þeir koma í gegnum nágrannlandi sem frá Tyrklandi, þeir eru fá bara aðgang að koma og fara. Stjórnin sem tók við eftir að Bashar al-Assad var steypt af stóli fyrir rúmu ári hefur heitið í að sameina undir sig mismunandi hópa landsmanna. Framkvæmd samkomulags lýðræðissveita Kúrda við stjórn Ahmeds al-Shara hefur tafist og átök brutust út áramót. Við erum að mótmæla til að ríkisstjórn Ísland beiti sér fyrir að hafa rödd að fordæmi þessi árásir sem Kúrdar í Rojava verða fyrir. Almennir borgarar úr hópi Kúrda hafa verið drepnir og tugir þúsunda hafa neyðst til að flýja heimili sín undan árásum. Sýrlandsher hefur setið borgina Kobani. Kobani með öllu einangur. Það kemust enginn, það rafmagnslaus, vatnslaus, það skortur á matvæli, skortur á heilbrigðisstofnanir. Kúrdar eru með fjölmennustu þjóðum heims sem ekki eiga sér sjálfstætt ríki. Flestir eru í Tyrklandi, Írak, Sýrlandi og Íran.
Við viljum bara fá akkurat Kúrdar verið í öryggi, fá að lifa lífinu, að fá að nota tungumálið sitt. Þetta er ein þjóð, þetta kannski skipt niður í 4 löndum, en það bara sama. Þess vegna við segjum í dag Zinjian Azadi! Zinjian Azadi! Barkhudan Ziana! Barkhudan Ziana! Tjónamati í Grindavík að mestu lokið. Altjónshús eru rúmlega 70 og náttúruhamfaratryggingu hafa borist á 800 tilkynningar tjón í bænum. Náttúruhamfaratrygging hefur undanfarið unnið að nánari skoðun á 47 lóðum í Grindavík sem liggja á eða hjá sprungum. Talið að þörf á jarðkönnun þar sem grafið var með gröfu að sprungunum til að meta áhrif á húsin sem þar standa. Talið að heildar bótagreiðslur verði í kringum 12 milljarðar króna. Flestir framboðslistar til borgarstjórnar verða kynntir í þessum mánuði. Nú liggur fyrir hverjir verða oddvitar í meirihluta framboða í Reykjavík. 3,5 mánuður í sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. 5 af 8 framboðum sem að náðin manni hér í síðustu borgarstjórnarkosningum eru búin að velja sér oddvita. Hildur Björnsdóttir verður áfram oddviti Sjálfstæðisflokksins sem fékk flest atkvæði í kosningunum 2022. Framboðslistin verður birtur fyrir febrúarlok. Samfylkingin sem fékk næst flest atkvæði síðast búin að kjósa nýjan leiðtoga, Pétur Marteinsson. Endanlegu listi verður kynntur í síðasta lagi 28. febrúar. Einar Þorsteinsson verður áfram oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík. Framboðslistin verður kynntur á kjördæmisþingi á laugardaginn. Píratar halda prófkjör mánaðamótin. Dóra Björk Guðjónsdóttir, oddviti þeirra, verður ekki með því hún komin í Samfylkinguna en náði ekki bindandi kosningu í efstu sætin í prófkjörinu. Sósíalistaflokkurinn kynnir framboðslista sinn í borginni innan hálfs mánaðar. Oddviti þeirra, Sanna Magdalena Mörtudóttir, gengin úr flokknum og hefur stofnað nýtt stjórnmálaafl, Vor til vinstri. Viðreisn í Reykjavík valdi Björgu Magnúsdóttur sem nýjan oddvita í gær. Uppstillingarnefnd stefnir að því að kynna framboðslistan í lok febrúar. Flokkur fólksins sem náði inn einum manni síðast tyllir upp á lista. Ekki hefur verið ákveðið hvenær listinn verður kynntur. Vinstri græn náðu líka inn einum manni síðast. VG býður fram sameiginlega lista með Vori til vinstri. Sanna Magdalena Mörtudóttir verður í fyrsta sætinu. Líf Magneuðdóttir, oddviti Vinstri grænna, verður í öðru sæti. Miðflokkurinn náði ekki inn manni í síðustu borgarstjórnarkosningum. Stillt verður upp á lista og stemt á að kynna skipan í efstu sætin í lok mánaðarins. Búast má við fleiri framboðum sem ekki buðu fram síðast. Framboðið Okkar borg á vegum Íslands þvert á flokka ætlar að bjóða fram. Rúmur tími til stefnu því framboðsfrestur rennur út 10. apríl. Og þarna var ranglega sagt að Sanna Magdalena Mörtudóttir væri gengin úr sósíalistaflokknum. Það hún ekki þó hún bjóði fram undir öðrum merkjum að þessu sinni, leiðréttist hér með. En síðasta ár var eitt það erfiðasta í ullarvinnslu í áraraðir, segir framkvæmdastjóri Ístex. Fyrirtækið skuldar bændum enn rúmar 100 milljónir króna fyrir ull sem þeir lögðu inn á síðasta ári. Já, við erum byrjað að greiða niður þær skuldir og við erum búin að greita 90 milljónir upp í 200 milljónir krónar skuld núna í janúar og síðan mun hitt komum að hægt og sígandi en eins og segir, þetta ræðist eingöngu af hvernig okkur tekst að selja og halda áfram. Ullin dýrmæt auka afurð fyrir sauðfjárbændur sem fá greitt frá Ístex fyrir innsend kíló af ull. Þær greiðslur lækkuðu í kringum 30% milli ára og á síðasta ári var ein tegund ullar verðlögð á 0 krónur kílóið. Bóndi í Presthvammi í Aðaldal segir tekjur af ullinni telja 10% af heildarveltu á sínu búi. Á meðalbúi fá bændur minna en þriðjung tekna af ull frá Ístex, megnið kemur í gegnum ríkisstyrki. En þetta mjög slæmt ef þetta kemur ekki og það slæmt að þetta skuli ekki vera hægt að reka þetta fyrirtæki. Eins og eftirspurnin virðist vera eftir loppa. Við erum að framleiða held ég mjög góða vöru. Ég held að það einhvers staðar virðist vera pottubrotinn að þetta virðist ekki geta komist alla leið til bóndans og skilað Ístex nógu miklu hagnaði til þetta gangi vel. Ullarvinnslan Ístex, áður Álafoss, hefur síðan 1896 keypt ull af bændum, þvegið, meðhöndlað og selt á markaði innan og utanlands. Í dag tekur Ístex við nær allri ullalandinu 750 tonnum á ári. Ístex var stofnað af bændum og að nær öllu leyti í eigu bænda.
100 tonna af íslenskri ull fara á markað erlendis á ári en salan tók kipp í Evrópu eftir 2019 og meira en tvöfaldaðist á 4 árum. En svo tók hún dýfu og þrátt fyrir hagræðingu tókst ekki að standa í skilum við bændur. Framkvæmdastjóri Ístex segist hafa trú á að þróunin snúist þeim í hag. Þetta var eiginlega afar erfitt 12 mánuði frá september til september, en september, oktober, nóvember og desember og núna janúar bara alveg foklustu mánuðir. Það getur þó verið erfitt að spá fyrir ullartískuna í Evrópu. Það geta til dæmis vendingar í alþjóðamálum haft áhrif á hvaða litir rjúka úr hillunum. Hvítur rauður réttlöfli eru uppseldir í Danmörku út af grænlandshúfunum, þannig að maður veit aldrei hvað gott kemur. Sumir bændur telja vannýtt tækifæri á innlendum markaði. Á síðasta áratug hafa 3 íslensk bú opnað eigin ullarvinnslur. Ein þeirra er á Gilhaga í Öxarfirði, þar sem urðu til það bil 2 störf við að búa til handprjónaband úr ull af næstu bæjum. Þannig að við erum að handvinna ullina á öllum stigum. Þetta er í rauninni mjög lítið sjálfvirkt. Þetta er í rauninni handverk heilt yfir þá til að koma í spunan sem er rauninni eina sem er svona hægt að kalla sjálfvirkt sko. Okkar markmið líka meira með þessu að nýta þessa ull sem hefur kannski ekki endilega verið hátt skrifuð af því að hún er í svo mörgum tónum. Í svo smárri vinnslu telur Brynjar hægt að nýta hvert reifi betur. Engir litir séu metnir verðlausir. Það er þó hæpið að heimavinnslur anni markaðnum öllum, því binda bændur vonir við viðsnúning hjá Ístex. Og þá er það handboltinn. Ísland tapaði fyrir Króatíu með 1 marki í dag og hafnaði því í 4. sæti á Evrópumeistaramótinu. Það er auðveldara að vera sófasérfræðingur en á hliðarlínunni, segir fyrrverandi landsliðsþjálfari. Þú ert svona aðeins rólegri núna en ég bjóst við í hálfleik. Já, ég get alveg sagt þér eitt, sko. Það er miklu erfiðara að vera þarna niður á hliðarlínunni heldur en að vera heima hjá sér, sko. Miklu erfiðara. Og ég er búinn að prófa það ansi lengi. Strákar, ég ætla að segja ykkur eitt hérna. Hlustuðu vel á mig. Alls þjálfaði Guðmundur íslenska handboltalandsliðið í 13 ár. Það er svo skrítin tilfinning fyrir mig. Sem sagt, 2010 þá stóð ég í sömu spórum og Snorri og Arnór er í dag að stýra liðinu í bronsleik á EM í Austurríki á móti Pólverjum þá. En það kemur svona yfir mann svona minningar frá því. Og það er byrjað skrítið, sko. Það eru 16 ár síðan, sko. Já. Hvaða minningar þá? Já, bara minningar þessa baráttu og hvað er erfitt að koma svona langt með liðið. Þú veist, það að komast í undanúrsliðir er bara stór áfangi. Guðmundur þjálfaði landsliðsþjálfarana á sínum tíma, Snorra Stein Guðjónsson og Arnór Atlason. En er hann alltaf sammála þeim? Nei, örugglega ekki. Ég er stundum ósammála, en það er bara hluti af leiknum. Mér finnst þeir hafa stýrt liðinum mjög vel í þessari keppni og það er sómi af því. Þannig að þú ert ekkert öskra á sjónvarpið bara Snorri og þetta? Nei, ég er ekki að gera það. En það er bara svona þegar maður er búinn að vera þjálfari, varla ég geti sagt þetta, í 36 ár, þá er það bara svona hluti af svona minni náttúru. Maður er auðvitað alltaf í leiknum og maður er auðvitað að hafa skoðunar á öllu sem gerist. Guðmundur segir að liðið hafi staðið sig mjög vel á mótinu. Mikil spenna var fyrir leiknum og víða safnaðist fólk saman til að horfa á hann, til dæmis í Smáralind. Þar skiptust á skín og skúrir. Enda medalían ekki í höfn, en þjóðarstoltið var samt til staðar. Þetta eru strákarnir okkar, eins og ég segi, sama hvað, þannig að þeir eru alltaf okkar, sko. Þótt að leikirnir fari ekki eins og við viljum. Íslendingar eru of gjarnir á að tala ekki íslensku við þá sem eru að læra tungumálið, segja þau sem standa að verkefninu gefum íslensku séns á Ísafirði. Þau vilja fá almenning með sér í lið við kennslu tungumálsins. Þetta verkefni vill fá alla til að verða almannakennarar, eins og við bárum öll ábyrgð á því á COVID-tímum að íslenska heilbrigðiskerfið leggist ekki á hlíðina, þá berum í raun og veru öll ábyrgð á að vera almannakennarar og passa upp á það að íslenskan haldist á floti.
Átakinu var hrint af stað fyrir 20 árum. Það gengur út á að hvetja fólk til að gefa íslenskunni séns í samskiptum. Félag var stofnað utan verkefnið á dögunum sem einstaklingar og stofnanir geta sótt aðild að. Það þarf að í fyrsta lagi tala við fólki svo það getur æft sig á íslensku. Í öðru lagi að kannski gefa aðeins afslátt af hraða og af málsnið, aðlaga máli sínu aðeins að þeim sem að læra og tala tungumálið ófullkomið. Þau hafa staðið að ýmsum viðburðum eins og hrað íslensku sem innblásin af hraðstefnumótum. Þú sitja að borð og tala fyrir 5 mínútur með eitthvað manneskja og svo bjallan ringir og þú fara yfir til næsta borð. Það er mjög gaman. Tangi frá Frakklandi tekur þátt í að gefa íslenskunni séns. Hann lærði íslensku fyrst á eigin spýtur en bætti sig hratt á meðan hann var í námi á Hvanneyri og vann í grunnskóla. Það var gott að bæði mjög bóklegt eins og háskóli og í sama tíma mjög, raunveruleg með börnunum. Það hjálpaði mjög mikið. Í starfi sínu á pósthúsinu hittir Tangi margt fólk og segir samskiptin skipta sig miklu máli. Það er bara mjög gott að hafa þessi tengslu með samfélagið. Hann er enn að læra og hefur sett markið hátt. Ég veit að ég verð komið með íslensku þegar ég kann að lesa Haraldur Laxness á íslensku. Í fréttum framboðslista í Reykjavíkurborg sögðum við að Líf Magnúðardóttir í öðru sæti fyrir Vor til vinstri. Það liggur ekki fyrir. Hið rétta er að VG stendur fyrir forvali til að velja sitt fólk á lista og það fyrir fram seinni part febrúar. En næst ætlum við að líta til veðurs. Það verður austlæg átt, 3 til 8 metrar á sekúndu á morgun en 8 til 15 með suðurströndinni. Skúrir suðaustan til og él á Austurlandi, annars þurrt og víða bjart fyrir norðan. Hiti 1 til 7 stig og svalast fyrir norðan. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið þurfti að elta það króatíska allan leikinn þegar liðin mættust í leiknum bronsið á Evrópumótinu í handbolta í dag. Þýskaland og Danmörk áttu svo við í úrslitaleik EM og við lítum við á opna ástralska meistaramótinu í tennis sem lauk í dag og svo stutt í vetrarólympíuleikan á Ítalíu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Ætlum að rifja það sem var helst í fréttatímanum. 500 börn á Íslandi eru talin vera með fitulifur. Þyngdarstjórnunarlyf hafa skipt sköpum í meðferð barna með offitu og börn niður í 9 ára fá slík lyf. Íslenska landsliðið þurfti að sætta sig við 4. sæti á Evrópumeistaramótinu í handbolta eftir tap á móti Króötum í leiknum bronsið. Við viljum að Kúrdar verði öruggir og fái að lifa, sagði einn mótmælenda á samstöðufundi Kúrda á Íslandi í dag. Tugir þúsunda Kúrda í Sýrlandi hafa flúið heimili sín síðustu vikur. Illa hefur gengið að koma íslenskri ull í verð undanfarið ár og hafa bændur ekki fengið greitt að fullu fyrir sína afurð. Framkvæmdastjóri ullarvinnslufyrirtækis vonar að salan taki við sér. Þá er þetta upptalið hjá okkur þetta sunnudagskvöldið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar veilum helgina. Það er líklega viðeigandi að enda þetta á handbolta. Kristófer Óli Birgisson myndaði þessar handboltahetjur framtíðarinnar á æfingu hjá KA. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Landinn, þáttur mannlífið í landinu. Landinn leitar upp í skemmtilegt fólk til sjávar og sveita og skoðar áhugaverða staði landshorna á milli. Jörðin, Planet Earth. 3. þáttaröð stórbrotinna náttúrlífsþátta með David Attenborough jörðina, náttúru hennar og dýralíf á öllum árstíðum. Þættirnir eru talsettir á íslensku en sýndir með ensku tali á RÚV 2.
Danska konan, Ditte Jensen, lætur af störfum í dönsku